Þann 18. janúar 2020 tók líf Elínborgar Björnsdóttur stakkaskiptum á svipstundu. Elínborg, eða Ella eins og hún jafnan kölluð, var þá farþegi bíl vinkonu sinnar og þær á leið heim úr vinnu sinni í Sandgerði þegar bíl var ekið yfir á rangan vegarhelming og hann skall framan á bíl þeirra á 150 km hraða. Ellu var vart hugað líf eftir áreksturinn og hún lá í 58 vikur á spítala. Sá sem olli slysinu var ungur síbrotamaður undir áhrifum vímuefna og á flótta undan lögreglu á stolnum bíl. Degi áður en slysið átti sér stað hafði verið farið fram á síbrotagæslu við manninum en þeirri beiðni lögreglu var hafnað. Elínborg margbrotnaði við áreksturinn og lá milli heims og helju hríð en Ella kemur aldrei til með að ná heilsu á ný og er upp á aðstoð annarra komin allan sólarhringinn. Sú sem keyrði bílinn slasaðist blessunarlega ekki mikið og sama gildur tjónvaldinn. Hann slapp án teljandi meiðsla. En Ella gefst ekki upp svo auðveldlega þrátt fyrir mótlæti og síðast ári varð hún heimsmeistari kvenna í pílukasti fatlaðra. Víkufréttir heimsóttu Ellu á heimili hennar í Höfnum en nú eru liðin 5 ár frá þessum örlagaríka degi. Elínborg, takk fyrir að taka á móti mér hérna á heimilinu í Höfnum. Já, ertu velkomin. Takk fyrir það. Þú hefur, hvað ertu búin að búa hérna lengi? Síðan 2015. Já, en hvaðan kemur? Kemur Breiðholtinu. Já, og uppalinn þar eða? Já, mest er ég alveg upp í Breiðholti. Og ég veit því eftirtækt að þú ert afreksmanneskja, fyrrverandi afreksmanneskja og margfaldur Íslandsmeistari í sundi. Hvað? Já, ég hefði sund í 10+ ár. Og náðu bara góðum árangri þar. Og margfaldur Íslandsmeistari. Já. Og síðan snerur þér að pílukasti. Já. Og náðu góðum árangri þar líka. Já, fyrir slys var ég búin að 10 ár í landsliðinu. Já, fyrir slys segirðu það, maður sér það núna að afrekskona eins og þú hefur séð betri daga. Þú ert ekki í toppformi, ef þú mætti segja. Nei. Hvað var þess valdandi að þú ert svona fyrir þig komið, föst í hjólastól og... Það, ég lendi í slysinu og færinu heila bláfalli kjölfæri á slysinu. Þá lamast ég vinstra megin. Já. Hvernig slys var þetta? Þetta var framanarkeyrsla. Lögreglan var alltaf ungastar mann sem var á stolnum bíl undir áhrifum og hann lendi framan á bíl sem ég er í, ég og vinkona mín. Og hvernig fór með vinkonu þína? Hún var ekki eins heppin og ég. Mín bein og sár greru. En hún var að keyra þannig að það er óvíst hvort og hvenær það græðir. Það er mjög erfitt að keyra þegar einhver slasast svona alvarlega eins og ég gerði. Já, þú ert að meina hvenær hún græðir á sálinni. Já, því að það er erfiðasta sárið. Þannig að hún... Þú fórst illa út úr þessu? Ég var mjög illa út úr þessu. Ég brotnaði öll hægra megin og aðeins vinstra megin og svo þarna heila bráðfalli. Þannig jú, ég fór mjög illa út. Og þú ert bara bundin við það að þykja þjónustu allan sólarhringinn? Já, og er í hjólastól. Já. En þetta eru 5 ár síðan og hvernig hefur þessi tími liðið? Hvað hefur gengið á þessum tíma? Það hefur ýmislegt gengið á. Ég fékk loks eftir mikinn barning að fá starfsfólk allan sólarhringinn hérna. Ég var 58 vikur á spítala eftir slysið. Og það var ekkert að mér annað en bara þetta slys. Og mér fannst engin ástæða til að hafa mér á spítala. Og ég þurfti að berjast lengi fyrir því að koma heim og
og fá starfsfólk hingað til að hugsa mig. Þú varst í raun og veru, treystir þér miklu fyrr til að fara heim? Já, miklu fyrr. Það var ekki svona hórinauðast, ég var ekki veik. Það var ekkert af mig þannig. Það var bara verið að geyma þig á spítalinu? Já, í rauninu var ég bara í geymslu og fékk á einu tímapunkti inn á hjúkrunarheimili. En ég var bara 47 ára og fannst ég ekki eiga erindi þangað. En svo þegar ég kom heim og var með aðstoð allan sólarhringinn, þá er það líka mjög þrúgandi að hafa einhvern yfir þér allan sólarhringinn, alla daga. Það er ekkert einkalíf? Það er ekkert. En annars er þetta mjög góðar konur sem vinna hjá mér og vinkonur mínar. En eins og segir, nei, það er ekkert einkalíf. Hvað gerir þú í daginn? Starfarðu eitthvað eða? Nei, sem miður. Ég var nú alveg til í að einhver stað sem ég kallaði vinnustað. Hlut á degi. Og það er ýmislegt sem ég get gert og ég sé í hjólastól. Hvernig myndirðu segja svona að venjulegu dagur væri hjá Elínborgu Björnsdóttur? Mér finnst gott að vakna snemma, kem hingað fram og fá mér kaffi og kveikja á sjónvarpinu. Ég er svolítið að föndra, ég er með svona föndrahorn. Ertu góð í svona fínhreyfingum og slíku? Já, mjög góð í fínhreyfingum. Og þú hefur ekki alveg sagt skilið við píluna? Nei, ég mjög að því ég datt aftur á landsliðinu eftir slysið. En þá fór ég að googla og fann heimssamband fatlaðra sem að ég hef núna, ég fór í fyrsta skipti fyrra mót að Torremolinos og Malaga. Það var Evrópumeistaramót og ég lenti í öðru sæti þar og líka í ár. Og þá vann ég mér inn rétt til að keppa heimsmeistaramótinu sem haldið var í ágúst í Skotlandi og 2. ágúst var ég heimsmeistari fatlaðra kvenna í pílukasti. Þannig að það er flottur titill að bera. Já, og þú ert ekki búin að spila stundast pílukasti lengi eftir að þú slasaðist, er það? Leið ekki svolítið tími eða? Jú, það leið svolítið tími, einhver ár. Já. En þessi sem að vann, þú lendir 2 í öðru sæti í Evrópumeistaramóti. Var það sama manneskja sem hafði betur í bæði skiptin? Nei. Nei. En svo er ég að fara aftur núna í apríl þessu ári. Á Evrópumóti? Nei, það er European Gold Cup. Já, og hvar verður það? Það verður þarna á Torremolinos og Malaga. Já, eitthvað kostar svoleiðis? Já, að því ég þarf að taka aðstofafólk með mér til að hugsa mig. Og það verður 2 vikur á tekið 3 með mér. Það þýðir flug og hótel fyrir 4 og uppihald. Þannig að það kostar 2,7 milljónir. Og á örorkulaunum er mjög erfitt að ná þessu fram. Hvernig hefur það tekist hingað til? Er það bara með hjálp góðra fyrirtækja og einstaklinga eða? Já. En núna vantar mig alveg 1,9 milljónir upp á að komast til þessa ferð. Það er svo mikilvægt fyrir maður geta farið að slaka á í sólinni. En svo er ég með svona taugaverki eftir slysið og hitinn hjálpar svo til með verkina. Þannig að þetta er mjög mikilvægt fyrir mig. En á þessum tíma sem er liðinn frá þegar slysið átt sér stað, það er byrjun janúar 2020 eða hvað, 18. janúar 2020, er það ekki rétt með mér? Síðan bara skellur COVID á fljótlega eftir þetta.
Já, það er meira og minna heimsóknarbann allan tíma sem ég er á spítalanum. Og maðurinn þinn, hann, Sama ár greinist hann í maí með illkynja heilaæxli og deyr svo sama ár í nóvember. og fenguð þið þá að verja þessum síðustu mánuðum saman á spítalanum eða á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja? Hvernig var það? Nei, við eittum einhverjum vikum saman á HSS en við gátum ekki verið mikið saman. En svo að ég þurfti svo miklu umvinnu heima þá höfðum við ekki fólk til að hugsa okkur bæði. Þannig að við vorum ekki eins mikið heima saman eins og við vildum. Já, þetta er meira en lagt á flest fólk á lífsleiðinni sem að þú verður fyrir barðina á þessu eina ári. Já, þetta var svolítið mikið. Já, ég myndi segja það. Og hvernig gekk bara svona klóra sig í gegnum þessa skafla? Ég er svo sem ennþá skopla mig í gegnum þetta. En ég er hérna í hrútsmerkinu og annarlega sitja bara hornin niður og veð áfram. Það er alltaf hugsunargangurinn hjá mér. Setja hornin út og vaða áfram. Ferðu þetta á hörkunni? Já, ég geri það. Og með alltaf og fer á þetta með ánýtun. Og stundum veit ég ekki hvernig ég kemst í gegnum þetta. Hvernig ég næ að halda þeim framti. En þú ert mikil dýravinnu sérmaður. Já, Hérna með hvað, 1 kött og 2 hunda á heimilinu? 2 kissur og 2 hunda. 2 kissur, já. Og það ekki bara, styttir það ekki daginn svolítið að hafa eitthvað svona til að... Jú, hundarnir björguðu lífi mér eftir slysið. Eftir ég útskrifaðist heim. Og þeir passa þig? Já, alveg rosalega vel. Já. Hvað heitir þessi kissa til dæmis? Þetta er Panda. Eitt smá vandræði með hann var svo feit. Ég með eina kissu í fitun og eina í megrun. Þessi étur svo henni. Já, það er alltaf þannig. Sækjurðu æfingar í pílukasti reglulega eða? Nei, því miður geri ég það ekki. Mér finnst mjög erfitt að fara meðal fólks. Já, er það? Já, og sérstaklega pílumót. Ég á erfitt með að fara pílumót. Þessi maðurinn minn er ekki með mér. Já, ég skil. Það bara svona vekur upp minningar. Já, og mér líður ekki vel að fara eina pílumót. En þú lætur það hafa það og hefur náð árangri? Já, já. Ég mæti erlendis. Já. En svo, annað hefur mér ekkert í dundur. Ég myndi taka því fagnandi að hafa eitthvað. Þú segir að þér hérna líði ekkert of vel innan um fólk. Annað. Hefur það alltaf verið þannig eða er það bara eitthvað sem hefur svona ágerst eftir slysið? Það hefur ágerst eftir slysið. Ertu þá að einangraður, myndirðu segja það? Já, algjörlega. Og mjög mikið. Þannig að kannski þín helstu samskipti við annað fólk er bara við stelpuna sem eru hérna að vinna. Að sinna þér? Já. Það er kannski ekki nógu gott. Nei, alls ekki. Mér langar að skora á strákinn sem keyrði á mig að koma með mér í grunnskóla og framhaldsskóla. Vera með fræðslu fyrir... Vera með fræðslu og koma vekk fyrir að aðrir geri sömu mistök. Já. Hefurðu eitthvað verið í sambandi við drenginn eftir
hræðraðsleis? Nei, ég get ekki sagt það. Hefur hann eitthvað reynt að hafa samband við þig eða? Hann skrifaði mér bréf. Já. En ég held að hann eigi mjög erfitt í dag. Og ætli ég sé ekki eina manneskjan sem geti létt undir með honum. Og til að láta honum líða betur. Þetta vil ég ekkert að hún líði eins illa og ég held að hún líði. Nei. Þannig að þetta gæti verið húnum... Við gætum farið í forvarnastarf saman. Já. Og það gæti verið alltaf öflugt. En það hlýtur Þannig ég skora á hann að komast þér í það stand til að geta farið í forvarnastarf með mér. Ég held að þetta fullt erindi að vara í framhaldsskóla og grunnskóla. Hvað er ég sammálaður? Ef maður hefur valdið til að koma veg fyrir að aðrir lendi í sama, þá lítur maður að þurfa að gera það. Hjartanlega sammálaður en það verða örugglega þung spor fyrir hann að taka ef hann lætur verða því að koma og hitta þig. Já. En þú býtur ekki til það? Ekki fast. Nei. Ég get bitið en ekki fast. En honum er velkomið að samband við ykkur og þið þá við mig. Já. Ef hann hefur áhuga á þessu líka. Við skulum koma því áleiðis. En hann þarf að vera í lagi.